Ég hlýt að mega ráða því hvort að ég fari í klippingu eða ekki. Æ, þær eru svo sætar þessar krullur, Sverrir. Sætar? Mér alveg sama hvort það séu sætar eða ekki. Það eru orðið svo... Já, flestir krakkar myndu nú fagna því að þurfa ekki að fara í klippingu. Já, en ég kannski bara ekkert eins og flestir krakkar. Mér langar í klippingu, mér klæjar undan þessu. Sverrir minn, hugsa þetta bara þannig. Ef þú ert með krullurnar, þá verði þér ekki kalt á hausnum í vetur. Þú þarft ekki svona að hafa húu. Það var ekki fyndið. Þetta er svo pirrandi. Ég skil ekki af hverju ég má ekki ráða því hvort að ég fari í klippingu. Þessar krullur, þær eru fastar á mínu höfði og ég hlýt að geta sagt bara, nú vil ég fara í klippingu og þá á ég bara að geta það. Þetta er eins og bara með táneglunar. Hvað ætla mamma að segja mér að ég megi ekki klippa þær af að því að þær eru svo dúllulegar eða eitthvað, veist. Þetta er bara rugl, þetta meikar ekki neitt. Veistu að ég held bara að ég geti bara klippt mig sjálfur. Eina sem að þarf er bara góð skæri, já. Og kannski spegill, svo maður sjáu hvað maður er að gera, sko. Og svona svunda, eins og maður fær alltaf þegar maður fer til rakarans. Og ef ég er með spegill, þá sé ég alveg hvað ég er að gera. Þannig ég ætti alveg að geta klippt mig bara sjálfur. Burtu með þessar krullur. Það er ótrúlega óþægilegt að hafa þess. Ég ætla að finna skæri. Jæja. Þá er ég komið með spegill, skæri. Svona. Svona, sko. Og svona. Svona, sko. Skæri og vatn og þá er ég tilbúinn. Hvað er að gera? Þú er búin að missa vitið, drengur. Nei, en ég verði alveg til í að missa hárið. Maður má bara alls ekki klippa sig sjálfur. Af hverju ekki? Þetta er hárið mitt. Það þarf bara sérfræðingi að klippa hárið. Nú? Það þarf bara ákveðna kunnáttu. Í það? Já. Af hverju má maður ekki klippa sig sjálfur? Það þarf bara sérfræðing. Það getur bara ekkert hver sem er klippt hárið. Maður má alls ekki klippa á sér hárið sjálfur. Þetta meina það? En ég klippa alltaf á með táneglunar. Jú, það er annað. Það er annað af því að það virkar öðruvísi fyrir foreldrina. Foreldrar þurfa ekki að svara fyrir það hvernig táneglunar á börnunum sínum eru. Já, en mig langar í klippingu en ég má það ekki. Nei. Þannig ég þarf að fá einhvern til þess að klippa mig. Já, það ert kunnáttumann. Já, þú ert kunnáttumaður. Já. Mátt þú ekki bara klippa mig? Nei, já. Þú ert svona vel að þér í öllu, eða ekki? Jó, maður svona lunginn á hinum ýmsu sviðum. Nei, láttu ekki svona, maður svona dedúar. Já, þú myndir alveg geta treyst þér í að klippa mig. Já, það er nú kannski svona sjálfur sér ekkert tiltökum á, sko. Ég myndi treysta þér til að klippa mig. Já, ég held ég myndi treysta mig til þess líka, sko. Eða ekki? Jó, flott, sko. Fáðu nú sætið herra krull. Já. Það sem við þurfum að gera fyrst er að sletta. Ha? Já, maður þarf alltaf að sletta krullur. Sletta krullur? Já, það er ekkert að klippa bara krullur. Nú, en þá maður sér ekkert hvað hárið er langt, maður veit ekkert hvað maður er að gera. Maður er bara svo að þvælast inn í regnskói með tannstöngulurinn og komast heim. Já, ok. Þannig við þurfum að slétta þér. Já. Má sé aðeins það. Sér fyrir hvað þú er langt. Já. Þetta verður ekkert mál. Við gerum þetta svona. Þú finnur sléttujárn og ég hita upp. Hljóma vel. Hittumst hér á eftir. Já. Villi, ég fann sléttujárn, sko. Flott. Fáðu að sæti herra krull. Verð velkomin á hárgreiðslustofu Villa Magnet. Já, kælla þig. Bjóða þér espresso? Nei, takk.
Bara smá vatn. Hefurðu prófað að gera þetta áður? Já. Mjög langt síðan kannski. Já. Ég vann einu svona á hárgreiðslustofu fyrir munaðlaus börn í El Salvador. Sko, það mjög mikilvægt þegar maður slettir krullur að byrja á undir krullunum. En ef maður gerir þær ekki rétt, þá koma yfir krullurnar aldrei eins og maður vill hafa þær. Ok. Ertu tilbúinn? Ég til. Þetta ekkert sárt. Nei. Sárt? Nei. Ég held ekki, sko. Ég var ekki alveg viss. Þú bara lætur mig vita að þú ert búinn. Hefurðu heyrt Stefáni hans Einars? Það nú alveg meira málið, sko. Þau ætla víst að flytja norður aftur. Ég veit það, sko. Og börnin. Aumingabörnin, hver á að sjá þau? Dúm. Þú ert með það sem að ég kalla á svona tótemkrullur. Já. Atsjú. Jæja. Wow. Þetta ekkert smá flott. Herra krull... Nei, þú ert nú ekkert herra krull lengur. Wow. Sjá hvað skrítið. Mamma myndi ekki þekkja mig. Þetta æðislegt. Nú skilja okkur að miklu betra að sletta krullurnar því nú svo auðvelt að klippa, sko. Núna sé ég alveg hvað ég að gera, annars væri ég bara að vinna í myrkrinu. Já. Þetta ferði nú ekkert illa, sko. Nei. Þetta var mjög fínt. Já. Ef við tækjum líka smá svona. Þetta mjög fínt. Það var bara eitt eftir. Já. Og þá fer klippingin fram. Eða eins og við segjum í bíómyndunum, klipp. Ó. Þú erum svo vel, herra minn. Ég er nú bara orðinn svolítið spenntur, sko, að sjá svona hvernig ég lít út á eftir. Það var nú blessuð blíðan alltaf hér. Menn nota alltaf svona til að skilja frá. Já. Bambudum, já. Þú segir mér bara ef ég klippi eyrað. Já. Og toppinn, hann var alltaf í augunum á mig, sko. Sverrir minn, ég var að hugsa Taka hann alveg. Hvað gengur hérna á eiginlega? Hvað er þið að gera, Sverrir? Var ég ekki búin að segja þér að þú ættir ekki að klippa af þér hárið? Við vorum búin að fara í gegnum þetta, Sverrir. Já, ég vildi láta mig klipp. Þú ert að óhlýðnast núna og Vilhelm Anton. Ég sé þig þarna alveg. Ég skil ekki hvernig í óskopunum þér datt í hug að taka þátt í þessu. Ha? Jæja, Sverrir. Og hvað ætlar þú nú að segja? Ég ætlaði bara að segja. Já, þú getur ekki mikið. Og hvað eru skærin mín að gera þetta? Og sléttujárnir? Ég get svarað, drengir, ef þú ert vitlausir. Sverrir, þetta er ekki búið. Mamma, ég var búin að segja mér langi að fara. Vertu bara kjörin í herbygginu.
Villi! Gat nú vel maður, Villi lætur sig alltaf hverfa þegar að mamma að skamma okkur, sko. Það var nú kannski svona þegar maður fer að hugsa betur það, ekkert svona neitt sérstaklega gáfulegt að láta Villa klippa sig, sko. Það náttúrulega bara rugl, sko, því að hann náttúrulega kann ekkert að klippa. Heldur sér með tómum vandræðum núna, sko. Villi! Villi! Viltu gjöra svo vel að setjast þarna í sófann? Strákar, Sverrir og Vilhelm. Hvað í óskum? Vilhelm, viltu gjöra svo vel að setjast? Hvað voru þið að hugsa, drengir? Ég var búin að segja það við þig, Sverrir, að þú mættir ekki klippa þig. Ha? Ekki orðinn heyrnarlaus drengur. Nei. Sagði ég þetta ekki? Sagði ég ekki það er bannað að klippa sig? Sko, Sveppi píndi mig til þess. Hittan þig? Nei, Jú. alls ekki. Jú, víst. Það er bara, strákar. Málið er að ég sagði nei, þetta væri bannað og svo notuðu þið skærin mín sem ég nota bara í saumaskapinn. Þau eru örugglega ónýtt núna. Ég ætla bara að biðja ykkur, strákar mínir, að nú þurfið þið að hugsa ykkar mál. Já, við vorum saman í þessu. Já, þið voru saman í þessu. Fínt, þá getið þið verið hérna og skammast ykkar báðir saman. Nú þarf ég að fara að hringja í rakarann til þess að hann geti klippt þig sómasamlega, Sverrir. Já, en það var það sem ég vil. Ó. Það var það sem ég vildi í upphafi. Að fara í klippingu. Nú allt var úrskeiðis og mamma er reið og nú aldrei hættir að treysta okkur aftur fyrir neinu, sko. Svo kanntu ekkert að klippa. Vó, rólegur, ég fekk bara engan tíma til að klára. Eða, kannski, já, þetta er kannski fyrsta skiptin, ég hefði alveg getað ef ég, og líka, tauskæri, hvað er næst? Þú ég geti bara unnið með hvað sem er. Myndi kannski drepa hann að kaupa hárskæri einhvern tíma? Það myndi ekki hjálpa. Nei. Við erum ekki að fara að fá vöflur. Nei. En ég fæ allavega að fara í klippingu. Já, kannski bara að lesa blað og... Það var það sem ég vildi. Fara í klippingu. Það var leika.